Dramaskjum. Já, velkomin á 32. fund íbúaráðsins í Breiðholti. Fundurinn með Svint á Facebook síðu Reykjavíkurborgar og við erum með nýjan meðlim, varamann Helga Áss Arend Orra. Velkomin Arend. Heyrðu vel í ykkur? Takk hérlega, jú, ég heyri vel í ykkur. Gámandi. Og þú vil fá orðið, þá verður að gefa okkur merki. Flott, við myndum okkur í, þetta er eitthvað stuttur fundur svona í útsendingu og það helgast af því að við erum með mjög margar umsóknir sem við þurfum að fara yfir. Þannig að við vindum okkur bara fyrsta og dagskrárlið fundarins og það er beiðni til íbúaráða hugmyndir og framtíðarsýn haftengda upplifun og útivist á strandlengjunni, en það er búið að setja af stað starfshóp hvernig íbúaráðin, og þar með íbúaráði Breiðholti, sjái tækifæri í útiveru við hafið, eins og sjóböð, gufuböð, sjósport og öðrum útivistartengdum hlutum. Markmiðið er að auka aðgengi að strandlengju Reykjavíkur svo allir borgarbúar fái tækifæri til að búa við góða heilsu og góð lífsgæði. Þannig að lífsgæðaborgin verði fyrir okkur öll. Og ég sendi á okkur svona drög af alls konar hugmyndum sem að væri nú ágætt að fá umræðu og eftir atvikum bæta inn í því sem að við, þið ætlaðu leggja til. Við erum kannski að horfa svona, ég var svolítið svona, bara að horfa þetta í framtíðar og ákvaða svona kanna hvernig þetta myndi hitta ykkur. Þannig að ég gef bara orðið laust. Engin. Nei, ég fór yfir þessar hugmyndir og mér leist bara vel á þær, það sem þú hefur lagt til og bæði sem sagt að tengja inn sem sagt allavega sem og svæðið við, hvað heitir aftur Vorin. Þannig að það er kannski svæði sem eru með minni umferð á hafi sem og ekki neitt skólp. Já, sem eru auðvitað. Hvað, það er Vogin? Já. Er ekki dælustöðar? Nei, ekki samkvæmt til. Ég lagði smá vinnu, fór aðeins í borgarvefsjana og lagðist í frárennslis staði og hvar umferð væri og svona reyndi að og ég get líka bara farið yfir það. Ég er með hugmynd með baðflotpramma sem að ég hef sjálf hoppað af í annarri borg og ég svona þekki vatnið ágætlega, en þetta er svona hugmyndir af stöðum til þess að væri mögulega hægt að búa til umgjörð fyrir fólk sem að byggja við og Elliðavatn er náttúrulega partur af vatni og vatntengd upplifun svona þegar maður býr í jaðri byggðarinnar fjærst sjónum og þarna er dæmi svona flott baðpramma í Stokkhólmi og ef þið skrolla næstu mynd þá er hægt að hafa lýsingu á þeim líka og svona bara að búa til umgjörð fyrir fólk sem að býr við sjóinn. Það er þá bara útfærsla, þetta er svona bara hugmyndavinna, þá menn getur maður verið að treysta þeim sem að hanna þarna hlutina til. Er búningsaðstaðan þarna? Nei. Í húsunum í kring er hins vegar svona sameiginleg rými á fyrstu hæð, þar sem að íbúarnir hafa aðgang að gufu og sturtuaðstöðu eða bara mæta í sloppnum og svo labba þeir bara heim. Já, þannig að þeir sem búa ekki þarna hafa komið þá. Nei, ég meina þetta er mjög þétt byggðarna. Ef þú heldur áfram að skrolla niður heimir. Skólastil. Þarna er að kvöldi til, þið sjáu að byggðin við bakkann heim því þannig að þú heldur bara áfram að skrolla.
ekki flókið sko, þetta bara þarna að þú veist, það mjög þétt byggðum og það þú veist, ef við bara heldur áfram að skrolla niður. Þetta ræður kannski ekki við umfram nýtingu heldur en húsin í kringum sem kannski annað heldur en það væri hér hjá okkur sko. Já, þannig að í rauninni, þú sjá, þetta náttúrulega ekki há hús sko, en það alveg, ég veist að séu alveg svona 150 til 260 íbúðir í þessum stærstu einingum sko, en þú veist, það mismunandi bara eftir vantilega hverjum stað fyrir sig og ég legg það hérna, setja það inn sem hugmynda, kannski í þeirri deiliskipulagsnefnd sem á sér stað við sjóinn eða við þetta reiti sem eru næst sjónum að það kannski bara hugað að því að bjóða upp á svona aðstöðu. Svona til hérna, ásamt öðrum rekstri sem þrífst á neðri hæðum, neðstu hæðunum. En þetta allt saman hugmyndir, þannig að það bara, það var bara beðið það, þannig að við getum kastað því fram sko. Þannig að þetta svona skemmtilegt svæði við kajan. Já, mjög flottar hugmyndir. Virkilega vel gert. Ég eins og ég sagði við, þá misskildi ég þetta og ég held að þetta væri ætti að takmarkast alveg inn í hverfið en hvað náttúrulega bara geggjað. Svo var líka því að ég hef nú hjólað við borgina eða þú færir þarna í Bryggjuvoginn, það sem þarna í Bryggjukverfinu. Næsta, þarna sem sagt það sem upplandfylling og þarna hugsuð beið, þarna næsta á höfðunum. Það er bara næsta fyrir neðan. Að þá þetta bara frábær staður. Já. Þetta svona falin perla og ég sá fyrir mig bara að það væri hægt að gera mjög skemmtilega hluti fyrir þá sem að búa hérna megin austan Elliðá. Já, það er skjólsamt og fínt. Er ekki skott þarna? Nei, alltaf ekki samkvæmt borgarvegsamli. Ég veit að starfshópurinn með þetta ráðgjafar heilbrigðiseftirlit og fleiri sko, þannig að þó að þið myndi stinga upp á okkur og það veri í klóaki, þá er ekki hægt að hengja okkur á því þegar fólk færir svo það vonandi ekki með allar leið. Ég segi svo sem í fyrirvara að þeir baðstaðir sem verða valdir ættu að fá reglulegt eftirlit frá heilbrigðiseftirliti. Það svona mánaðarleg kannski skoðun og greiðum vatnsins þannig að ég legg þetta til hérna og þessar hugmyndir og ef að þið eru sátt þá kannski bara samþykkjum við þetta á þessum fundi og að því það við fáum dagsetningu til 14. nóvember. Þannig að ef að þið eru sammála, ég var ekki hérna, gastu ekki kíkt eitthvað á þetta? Já. Hefur þú kannski einhverja viðbætur eða ertu eitthvað ósáttur við eitthvað eða vilt taka eitthvað út eða? Þetta var mjög sniðugt. Það var svona skapandi Sara. Já, það er mjög gott. Vel gert sko. Þannig að eru þið sátt við að bara leggja þetta til atkvæðagreiðslu? Jú, það er flott. Jómandi. En þú Arent, ert þú sáttur við þessar hugmyndir? Ég verð nú að viðurkenna það, ég hef ekki kynnt mér þetta en það hljómar mjög vel, þannig að ég bara, já. Flott. Bara þetta ráðið í heild sinni. Jómandi. Þá fundi í beinni slitið. Já. Og við tekur lokaður dagskrárliðir. Kannski ekki málefni hverfisins árið við lokum? Jú, ég bara svo ákveð. Fyrirgefðu bara því ég fekk ábendingu frá íbúum hérna, það var eitthvað til umræðu að fundagerðinni, það væri þannig til númerað skjal undir. Að það lægi umræður sem var ekki íbúum aðgengilega, sem þetta bara kannski við tækja það fyrir að þetta bara númerið á málskjalinu, þannig ekki neinar umræður að geyma. Þetta bara tenging í skjalakerfi sko, hérna borgarins. Já. Flóknar það nú ekki? Flóknar ekki eins og, en það bara gott að geta sagt það upphátt bara hérna á fundi, þannig að ég hafi það til staðfestingar, annars bara hverfið náttúrulega verið í svona besta pússi síðustu vikur, geggjuð þáttaka í Hrekkjavökunni. Það voru 170 heimili sem að buðu börnin velkomin. Þetta var alveg bara geggjað. Og krakkarnir töluðu að það hefði bara sjaldan verið jafn mikið af svona skreyttum húsum. Að fólk laði bara mjög mikið í, og ég hef verið að fá
skilaboð til dæmis frá erlendum íbúum sem eru nýfluttir hérna og þau sagði bara, þú veist, þvílík hamingja. Og þeir bara sagði, bara börnin voru svo kurteis og þetta var svo geggjað. Þannig að bara, já, ég fæ gæsahúð, það var mjög gaman að lesa öll skilaboðin. Bara mjög gott að heyra. Þetta er greinilega komið til að vera. Ég held það, já. Þetta er betur, þú bestast í sessi, sko. Já. Og í öllum hverfum, sko. Já, Mjög víða, mjög góð þáttaka. nefnilega. Og ég, í þessum lið, Gjörðu svo vel. ég er bara, sko, ég lentur í rosa áreisti hérna upp á brúnni. Já, Já. hérna. Ég er ekki hægt að setja myndavélar þar. Það er bara menn fara á, sko, dökkrauðum. Maður er komin að stað. Í Þeir hérna fara, yfir. taka beygina, sko, yfir í Kópavogi. Já, Það sé- færa var þetta ekki nægt að síðast Jú, þetta var einmitt, við vorum einmitt að tala um Já, það. ég er bara, þú veist, Já, þetta er ég held þessi vegagerðin, sko, hvort að við getum gert eitthvað, sko, því að það á eftir að verða stórslys. Hvort við gætum ábyrgðið þetta. Bara upp á brúnna, hérna. Já, ertu að tala um hér Já. eða Hérna hjá, það sem fer úr Kópavoginum, Já. yfir Reykjanesbrautina. Þetta Það er er rosa- aftamótin upp á brúnni. Þeir eru svo rosa löng. Já, þegar þú varst að Beygjan. hérna Já, og hérna. Já, já, ég bara, þú veist, það má vera í allar áttir, sko. allar áttir. Já. Það er svo langt frá því þegar að ljósið verður grænt yfir, já, þessu Já. komin alveg yfir hinum einn, maður þarf alltaf að bíða. Ég held að færi framan á mig, sko, vöruflutningabíl með kerru í gær, sko. Ég bara, ég rétt náði að stoppa, sko. Það væri ekki hér. Nei, ég veit ekkert hver ég væri þá. Ég held sko að það var einhver svona vegagerðarástefna á föstudaginn. Það sem að var verið að tala umferðaröryggi og það var tilgjönd sko svæði á Breiðholtsbrautinni var nefnt það sérstaklega. Er það ekki við Bústaðahaug sem þeir tala um? Sem er þarna, sem er Já, strax sprengdi sandi. hæstu árekstrartíðin á landinu er þarna við Bústaðinn. Já, Búið að vera sko í einhver 15 ár Já. og það er bara út af hérna miklum ádeilum hvernig á að framkvæma þar yfir. Bæði það þarf þá að fara yfir í Elliðaárdalinn sem er takmörkuð á friðuðu landi eða inn að Bústaðahverfinu sem er mjög háværar raddir það sé ekki. Þannig að það hefur ekki verið hægt að taka á þessu. Allavega síðastliðin 15 ára eða svo. Ég er búin að vera aðeins svo lengi í þessu hverfamálum hérna. já, Segjum við leysa eftir þennan fund. sem er bara fint. Ein rótgróin. Já. Kannski bara erindi í sér dagskráið. Já, ég held að Við tala bara um umferðaröryggi í hverfinu og hérna kannski horfa á það sem að tengist borginni annars vegar og það sem að tengist hérna vegagerðinni. Já, ég hugsa þessi vegagerð. Ég held þessi stopprautir fá. Já, það er það. En kannski, þú veist, svona til þess að geta Já. gefið fóður sko. Já, Þannig já. að hérna, það verður mjög oft rætt líka samræmingu í ljósakerfum á Breiðholtsbrautinni sjálfri. Það eru 2 ljósakerfi þar og eitthvað. Já, ljósið stilt með 60 km en það var staðið held í 50 eða það var 60 og 70. Öfugt, já, eitthvað svona. hérna, flott, hefur þá eru fleiri sem þetta taka til máls? Nei? Ekki, það er bara það er náttúrulega skemmtilega kannski að hafa séð það að gamla kapphús er að loka í núverandi mynd og hérna efri borgar er að taka við. En það er samt ágætt að vera starfsemi þar. Já. Og þú veist, þetta er jákvæmt svona eitthvað. Vitið þið hvernig starfsemi, hvernig er áætlað með uppbyggingu þarna í Eddufelli, Issufell? Já, þetta er bara deiliskipulagið tilbúið sko. Það Ég veit ekki betur en að þetta sé bara startólunum. Það er búið að auglýsa Arnarbakka. Þetta er í bæklinginu sem var borin út í morgun. Já, Ok. ég hef ekki að sjá hann. Þetta er, Deiliskipulagið er tilbúið fyrir Arnarbakka og fyrir Völvufell. Þannig að þessi 2 reitir eru tilbúinir í uppbyggingu. já, svo lengi sem að mannskapur og hráefni til, þá er, þú veist, Já, en reiturinn er til. Já, ég sé það. Þú veist, það er bara, það er hérna, þetta strandar alltaf bara því. spurning hvort það séu hérna, þeir sem að fengi útlutanum og það sem átt að spyrja út í það sko. Var alveg verkt að fylgja þessu svolítið eftir. Já. Þetta eru 2 stóri kjarnar. Ég sá auglýsingu fyrir Arnarbakka núna í síðastliðinni viku. Hvað sést það? Ég held að þetta hafi verið bara lögbestinga. Já, já. Ég fæ allt sent. Það er þess að lögbyrting. Nei, ég fæ allt sent sem snýr að Breiðholtinu. Það er bara, fyrir þig, aðtaf. Ljómandi. En hérna, ég hef það búin að púnta þetta niður með fyrir að örgið Frank. Hérna. Já, flott. Ég er ekkert mikið myndavæla maður, sko, en
ekki nauðsynlegt þetta. Já. Það er kannski líka hægt að gera úttekt á bara gatnamótunum svona með tilliti til umferðaröryggis almennt bara hérna. Góða punktur, takk. En allavega, þá tökum við næsta dagskrárlið sem er lokaður og allt tengjum birtingu á netinu. Þökkum fyrir fundinn. Vingra bara aðeins.